24 voru handteknir, þar af 11 á Íslandi í stóri Europol aðgerð gegn alþjóðlegum glæpahóp. Íslendingar eru á meðal hinna handteknum. Hópurinn stóð að innflutningi kókaíns frá Suður-Ameríku og notaði burðardýr til að flytja efnin. Staðan á bráðamóttökunni var slæm fyrir en nú er hún afleidd, segir forstjóri spítalans. Þar bíður fólk í rúmlega 2 sólarhringa eftir legurými. Stærstu kosningar ársins verða haldnar á fimmtudaginn í Bangladesh. Íbúar þessa fjölbýla Asíuríkis eru í dauðafæri á að koma frjálsu lýðræði á fót eftir blóðuga byltingu fyrir 2 árum. Stefnt er að opnun Bryndísarhlíðar, ofbeldis- og áfallamóttökum í febrúar á næsta ári í gamla kennaraskólanum í miðborginni. Þögnin hjálpar engum, segir faðir Bryndísar Klöru. Reglan bannað að snerta gildir ekki á safni einu á Ítalíu, þar sem blindum gefst tækifæri á að njóta myndlistar á nýjan hátt. Komið sæl. 11 íslenskir og erlendir ríkisborgarar voru handteknir hér á landi í umfangsmikilli aðgerð Europol gegn skipulagðri brotastarfsemi. 13 til viðbótar voru handtekin í öðrum Evrópuríkjum grunuð aðkomu að umfangsmiklum flutningi fíkniefna frá Suður-Ameríku til Evrópu. Aðgerðin hafði staðið yfir í tæpt ár og náði að hámarki á miðvikudaginn í síðustu viku þegar 24 voru handteknir. 11 hér á landi, 6 í Litáen, 4 á Spáni, 2 í Belgíu og 1 í Danmörku. Glæpagengi sem teygir anga sína frá Suður-Ameríku til Evrópu hafði smyglað ýmsum efnum en aðallega kókaíni frá Suður-Ameríku til Íslands í gegnum Spán. Alla jafna voru efnin falin innan aðrar vörur í gámum en komu hingað til lands með burðardýrum sem eru langoftast erlendir ríkisborgarar í viðkvæmri stöðu. Lögreglan á Suðurnesjum lagði hald á metmagn kókaíns í fyrra og hópurinn er talinn hafa staðið að meirihluta innflutningsins. Mikill innflutningur í febrúar í fyrra var upphafið að aðgerðinni. Það leiddi okkur á ákveðin spor, við fórum að tengja saman önnur mál líka og þá byrjaði boltinn að rúlla og úr varð þessi aðgerð dagur síðustu viku. Talið er að síðasta árið hafi hópurinn selt fíkniefni fyrir 4 milljónir evra eða 600 milljónir króna. Peningurinn hafi svo verið þvættaður til dæmis með kaupum á fasteignum eða öðru slíku í Litáen. Þeir sem að við fórum í aðgerð gegn í síðustu viku að þeir gegna flestir á okkar mati stærra hlutverki heldur en að vera burðardýr, svokallið. En er þetta þekktur hópur? Þetta eru menn sem þið vissu að væru í þessum bransa? Já, þeir sem standa baki hópnum, það er eitthvað sem við vissum og eiga feril hér á landi, já. 2 hefur verið sleppt sem taldir eru hafa haft minna hlutverk. Hinir 9 voru þegar í fangelsi annaðhvort í gæsluvarðhaldi eða að sitja af sér aðra dóma þegar þeir voru handteknir. Í klefum 5 þeirra fundust símtæki. Er þetta algengt og hafið ekki bráðgjör einhvern veginn að þeir komist aftur í slík tæki og haldi áfram? Jú, auðvitað er það líklegt eða það getur allavega alveg verið en þetta er ekki algengt. Við teljum að það sýni ákveðna mynd af því að skipulagið og mögulega ætli brot kunni að vera áframhaldandi. Þeir sem handteknir voru hér eru bæði íslenskir og erlendir ríkisborgarar en brotastarfseminni er stýrt að utan. Teljið að það séu þá Íslendingar sem að stýra henni annars staðar frá? Við getum í rauninni ekkert sagt til það en mögulega en það er kannski eitthvað sem við getum ekki farið út í beint núna. Og Björn Malmquist, fréttamaður er í höfuðstöðum Europol í Haag í Hollandi. Nú Björn, mikilvægur hluti að þessari rannsókn fór fram þarna í Haag, ekki satt? Jú, mikið rétt, undanfarna 12 mánuði eða svo hjá 2 stofnunum hérna í borginni, annars vegar Europol sem er auðvitað samstarfsvettvangur lögregluembætta í Evrópu og líka hjá Eurojust þar sem að saksóknarar frá meira en 40 ríkjum í álfunni vinna saman. Við skulum byrja á því að tala Europol. Þar er tengslafulltrúi frá Íslandi sem heitir Stefán Sveinsson. Ég hitt hann núna síðdegis og spurði hann fyrst hvaða hlutverki Europol hefði gegnt í þessari rannsókn. Það má eiginlega segja að aðkoma Europol sé tvíþætt. Það er annars vegar móttaka upplýsingar frá Íslandi
og greina þær og sjá hvort að við finnum tengsl við önnur lönd og hvar þræðir liggja og þegar það liggur fyrir hvert svona helstu þræðir málana liggja þá má segja að tengslaskrifstofurnar taki við en hér í húsinu eru tæplega 50 lönd með tengslaskrifstofur og það er þá okkar að finna samstarfsaðila hjá þessum löndum sem við teljum að eigi erindi inn í rannsóknina. Hvaða máli skipti þetta starf hér fyrir rannsókn þessa máls? Ég held að með segja að það skipti algjörlega lykilmáli að vera í þessu alþjóðlega samstarfi og ég held að sjálfur ljóst að þegar við erum að eiga við brotahópa sem eru svona fjölþjóðlegir og eru með starfsemi í mörgum löndum og jafnvel að skipuleggja starfsemi sína erlendis frá til Íslands að það næst ekki árangur ef við vinnum bara á Íslandi. Þess vegna er algjört lykilatriði að vera í samstarfi við þessi lönd. Kolbrún Benediktsdóttir er fulltrúi Íslands hjá Eurojust þar sem að evrópskir saksóknarar frá meira en 40 ríkjum vinna saman. Kolbrún, hver var ykkar aðkoma að þessu máli? Já, í rauninni við vinnum náttúrulega mjög náið með Europol og þegar það var ljóst í þessu máli að það væri flötur á svona sameiginlegum rannsóknum í fleiri ríkjum að þá flyst málið í rauninni yfir til Eurojust og við í þessu máli þá unnum við í svokölluðu sameiginlegu rannsóknarteymi með Litáen. Þetta er fyrsta skipti sem að Ísland gerir það, eða ekki? Jú, þetta er með fyrstu málunum sem við erum í svoleiðis, notum það verkfæri og það þýðir í rauninni það að þá erum við samhliða að vinna í þessum tveimur löndum og með aðkomu fleiri að því að rannsaka þennan skipulega brotahóp og við getum þá með miklum einfaldari hætti skipst á rannsóknargögnum og sönnunargögnum í staðins fyrir að senda það með flóknum ferlum eins og réttabeiðnum að þá getum við í rauninni rannsaka málin samhliða í þessum löndum og unnið saman skipst á rannsóknargögnum sem auðvitað einfaldar framhald málsins. Og gögnin nýtast þá í málsóknum þegar að því kemur í þessum viðkomandi ríkjum? Já, og það, já. Þú ert fyrsti fulltrúi Íslands hjá Eurojust sem er hérna í Haag. Þú hefur verið hérna í 2 ár. Hversu miklu máli skiptir það fyrir okkur að vera hér, ekki bara fyrir þetta mál heldur svona almennt og yfirleitt? Það skiptir bara mjög miklu máli. Við erum auðvitað lengi búin að vera með fulltrúa hjá Europol en það vantaði kannski fulltrúan hérna í því sem samstarfsstofnuninni Eurojust. Það skiptir bara miklu máli að vera hérna á staðnum. Hér eru náttúrulega eins og nefndir, við vinnum hér saman í húsinu fyrir aftan okkur yfir 100 saksóknarar og rannsóknardómarar frá öllum þessum löndum og það er svo auðvelt svo boðleiðir og samskipti að vera hérna á staðnum og það er auðvitað bara þannig að þegar við erum að berjast við skipulega brotastarfsemi þá verðum við að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, annars náttúrulega náum við ekki árangri. Eitt af lokum, þetta er mikill árangur sem að náðist með þessu máli. Hvað boðar þetta fyrir baráttunni gegn eiturlyfjum á Íslandi? Ég held að náttúrulega það sem mestu máli kannski skiptir hér að við höfum oft náttúrulega verið að ná bara burðardýrunum og fara í þann enda en við teljum okkur náttúrulega hérna verið að fara í þá sem að standa bak við og skipuleggja innflutning fíkniefna til landsins þannig að vonandi hefur það og ég hef trúið því að það hafi einhver áhrif. Kolbrún, þakka þér fyrir. Takk sömuleiðis. Og við snúum okkur að allt öðrum. Staða Landspítalans er síversnandi, segir forstjóri. Tækifæri til að mæta 5 milljarða halla á þessu ári séu takmörkuð. Tölurnar tala sínu máli vanda Landspítalans. Staðan alltaf hefur verið óviðunandi. Þar eru núna 110 manns sem hafa lokið meðferð á Landspítalanum en bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili. Við höfum verið að þrauka síðust ári, ég held að sé alveg óhætt að segja það með tilheyrandi álagi á starfsfólkið og neikvæðum áhrifum á upplifun og jafnvel þjónustu sem sjúklingar hafa verið að fá vegna örtraðar sem að jafnan er fyrir hendi á bráðamóttökunni. En sko þróunin allra síðustu mánuði, síðustu vikur að þá hefur bara þróunin verið síversnandi. Á bráðamóttökunni eru 50 til 60 manns sem bíða eftir að komast á legudeild. Þessir sjúklingar bíða að meðaltali í rúma 2 sólarhringa eftir legurými. Þetta er veruleg lenging frá því sem hefur verið. Staðan var slæm fyrir en þetta er orðið afleitt og þetta við óttust náttúrulega verulega öryggi sjúklinga auk þessi spurning hvað frábæra starfsfólk heldur lengi út. Runólfur segir að færa þurfi alltaf 50 manns af spítalanum á hjúkrunarheimili til að þau endurheimti legurými. Ég veit vel að það væri búið að gangi það verk ef að slík úrræði væru í augsýn. En við verðum bara með einhverjum hægt að búa þau til. Í minnisblaði til heilbrigðisráðuneytisins var stungið upp á því að hjúkrunarheimilin tvímenni í herbergið tímabundið. Heilbrigðisráðherra sagði í fréttum RÚV í síðustu viku að Landspítali hefði forgang að hjúkrunarheimili sem opnar á næstunni í Urðarhvarfi með plássi fyrir næstum 100 manns. Í ofanálag er allmikil niðurskurðarkrafa á Landspítala fyrir þetta ár, eða alltaf 5 milljarðar. Runólfur segir að viðræður það standi yfir við heilbrigðisráðherra. Við erum að skoða hvaða möguleika við höfum til
til að hagræða á móti þessu en eins og álagið hefur verið á þjónustu spítalans sem ég verð að segja er gríðarlegt að þá eru tækifæri til slíkra hagræðinga mjög takmörkuð. Forsætisráðherra segir að það sé pólitísk ákvörðun forgangsröðun að tengja almannatryggingar við launavísitölu, aðgerð sem sé full fjármögnuð. Ríkisstjórnin vilji ekki að öryrkjar og eldri borgarar sitji eftir þegar aðrir hækki í launum. Inga Sæland, þáverandi félagsmálaráðherra, mælti fyrir frumvarpi sínu almannatryggingar og tengingu við launavísitölu í október. Önnur umræða frumvarpið hófst 3. febrúar og lauk nú síðdegis. Fjölmargir hafa gagnrýnt frumvarpið og vara við því að kostnaður við breytingarnar séu umtalsverðar. Það geti aukið á hallarekstur og skuldasöfnun ríkissjóðs. Fram til þessa hafa greiðslur almannatrygginga verið tengdar við vísitölu neysluverðs. Stjórnarandstaðan gagnrýnir frumvarpið harðlega og það gera líka hagfræðingarnir Axel Hall og Gylfi Zoëga sem skrifuðu grein og sögðu einhverju mestu hagstjórnarmistök í áratugi að ræða. Þetta er fjármögnuð pólitísk áhersla. Það sem hafa verið hagstjórnarmistök í gegnum tíðinni hefur verið að fara fram með aðgerðir sem eru vanfjármagnaðar eða ekki fjármagnaðar. Við höfum gert ráð fyrir þessu inn í fjármálaáætlun. Þetta er okkar forgangsröðun að tryggja það að þessi hópur sitji ekki eftir þegar aðrir hópar samfélagsins hækka. Fjármálaráðherra leggur áherslu á að bætur almannatrygginga hafi dregist verulega aftur úr. Kjörin orðin afar léleg og víðtæk samstaða hafi verið að hækka kjör þeirra. Það sé enn langt í land. Nú kemur þessi gagnrýni fram úr mörgum áttum, líka frá atvinnulífinu, frá stjórnarandstöðunni. Er þetta ekkert áhyggjufull yfir þessu? Ég er það ekki meðan að staðan er þessi. Þarna vantar ennþá mikið upp á og ég vil aftur minna á að það varð þarna mikill munur, þessi hópur dróst aftur úr. Viðskiptaráð er meðal þeirra sem lagt hafa fram umsögn frumvarpið og leggst gegn breytingunni sem það eru lögð til. Bendir ráðið á að þá geti bótagreiðslur hækkað umfram laun og að dregið sér úr hvata fólks til að taka þátt á vinnumarkaði samanborið við að þiggja bætur. Frumvarpið aukið því opinber útgjöld og þyngið þannig byrðar skattgreiðanda. Breytingarnar geri eftirsóknarverðara að þiggja bætur almannatrygginga og þar með fækki starfandi fólki að mati Viðskiptaráðs. Framtíð Bangladesh ræðist eftir 2 daga þegar 120 milljónir ganga til fjölmennustu kosninga ársins í heiminum. Það verður í fyrsta sinn sem kosið í Bangladesh eftir stúdendabyltinguna fyrir 2 árum, þar sem öryggissveitir myrtu 100 mótmælenda á götum úti. Júlí 2024 fer í sögubækurnar í Bangladesh. Þótt Sheikh Hasina hafi átt að erfa orðspor föður síns, frelsishetjunar og landföður sinn Sheikh Mujibur Rahman, stýrði hún landinu með harðri hendi. Ungt fólk í landinu fékk nóg og hrakti hana í útlegð eftir blóðugum mótmæli og við tók bráðabirgðastjórn sem boðaði til kosninga. 2 eru líklegir til að taka við völdum. Tariq Rahman, frambjóðandi þjóðarflokks Bangladesh, er hægra megin við miðju og mælist yfirleitt með mest fylgi í skoðanakönnunum. Rétt og eftir honum er Shafiqur Rahman sem fer fyrir Jamaat-e-Islami flokkabandalaginu. Hann talar fyrir íhaldssemi og auknum áhrifum íslamstrúar á stjórnkerfi landsins. Kannanir eru mjög óáreiðanlegar og nær ómögulegt er að spá fyrir sigurvegara. Stjórnvöld í nágrannaríkjum Bangladesh fylgjast grannt með kosningunum á fimmtudag. Í tíð Hasina blómstruðu samskipti landsins við grannana á Indlandi. Báðir flokkarnir 2 sem nefndi voru hér áðan tala fyrir minni samskiptum við Indland og auknum samskiptum við aðra nágranna, Kína og Pakistan. Það er því eiginlega öruggt að valdaskipti í landinu verði Kína og Pakistan að skapi og sérstaklega fyrir Pakistan ef flokkur íslamista fer með sigur. Áhrif þeirra í og við Bangladesh, 8. fjölmennasta ríki heims, aukast því og áhrif Indlands minnka. Þannig er stóra myndin, en hvernig er sú smærri? Hvaða breytingar vilja kjósendur sjá heima fyrir? Endurreisn lýðræðis er efst á óskalistanum hjá flestum. আমি সরকার থেকে চাই দেশে যেন দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়, খুন খারাপ না হয়, কোনো ঝামেলা না হয়। We want democracy, we want our rights, and most importantly, we want the rule of law. That's what we are looking for. Þótt flestir horfi björtum augum fram á veginn eftir ógnarstjórn síðustu ára gera það ekki allir. Með auknu fylgi 2 stærstu flokkana hefur árásum í garð hindúa minnihlutans í landinu fjölgað.
Þegar vinnufélagar Deepu Chandra Das sökuðu hann að hallmæla Múhameð spámanni, réðst æstur múur múslima á hann, barði til óbóta og hengdi lík hans upp í þetta tré í borginni Mymensingh. আমার ছেলে অসহায় মানুষ, তারা মারধর কইরা গাছের মধ্যে লটকাইয়া তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিছে। আমার ছেলের হত্যা বিচার চাই অনেক কাছে। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমাদের যে চলমান যে সহিংসতা, চলমান যে বিচারহীনতা, এই যে দেখা যায় সপ্তাহ একটা না একটা ঘটনা আসি, সেই জায়গাটায় আমরা ভীত, আমরা সন্ত্রস্ত এবং কখনো কখনো কোনো জায়গায় মাইনরিটিরা অস্তিত্ব সংকটে। Bryndísarhlíð mun sameina móttöku allra sem hafa orðið fyrir ofbeldi undir einum hatti. Búið að finna starfsmenni pláss á Landspítalalóðinni við Hringbraut. Við erum í gömlu timburhúsi við Laufásveg í miðborginni sem áður hýsti gamla kennaraskólan. Bryndís sagði vinkonu sína á menninganótt kvöldi. Hún ætlaði að búa í miðbænum í gömlu timburhúsi. Þannig að það margt að rætast. Það sé ekki eins og ég hefði viljað. Í þessum herbergjum verður starfrækt ofbeldis- og áfallamóttaka undir heitinu Bryndísarhlíð í nafni Bryndísar Klöru sem lést í kjölfar hnífaárásar á menningarnótt 2024. Þetta erfitt. Þetta tekur á. Maður saknar hana svo mikið. Þetta svo mikið martröð. En þögnin hjálpar engum. Minningarsjóður Bryndísar Klöru fjármagnar endurbætur á húsnæðinu og húsgögn og heilbrigðisráðuneytið tryggir fé til rekstursins. Í Bryndísarhlíð stefnt að því að sameina móttöku fyrir fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Þar verður ofbeldismóttaka barna, heimilisofbeldisteymi Landspítala, áfallateymi fullorðina og nýtt áfallateymi barna sem ekki til í dag. Það vantar úrræði fyrir börn og hún hefur kannski verið meira dreifð samfélagið. Við erum með góða áfallameðferð fyrir fullorðna. En við getum alltaf gert betur og með því að setja allt í sama hús og láta starfsfólki okkar vinna saman, þá held ég að við fáum ennþá öflugri þjónustu. Þetta verður nauðsynlegt úrræði til að grípa börn sem eru í ofbeldi. En ég sé líka fyrir mig þetta muni þróast til að grípa fyrr inn, valda stuðning, jafningjafræðslu sem bara geta leitað. Hver sem ástæðan það geti gripið börni sem í, eins og ég sagt, í svartholum. Stefnt að því að opna Bryndísarhlíð innan árs. Stefnum á formulega opnun allavega 2. febrúar næsta ári. Það Bryndís orðið 20. Verulega hefur dregið úr fordómum í garð geðsjúkdóma á undanförnum áratugum. Þetta sýna niðurstöður rannsóknar á vegum Geðhjálpar sem kynnt var í dag. Í rannsókninni var meðal annars spurt út í viðhorf almennings til fólks með geðrænan vanda og þátttöku þeirra í samfélaginu. Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands segir aukna vitund eðli geðsjúkdóma skýra þessa þróun að miklu leyti. Það erum við núna að sjá að frá 2022 til 2025 þá hefur dregið verulega úr fordómum gagnvart geðklofa og svo framalega sem ég veit þá það hreinlega í fyrsta skipti sem við sjáum það gerast á heimsvísu. Og við erum líka held ég að sjá að svona kannski þær leiðir sem hafa verið notaðar í geðheilbrigðisumræðu á Íslandi undanfarin einhverju leyti kannski 2 áratugi og sérstaklega kannski verið sterkari á síðustu árum að skila árangri varðandi fordóma. Í rannsókninni var spurt samfélagslega þátttöku fólks með geðrænan vanda. Árið 2006 töldu 29% svarenda að fólk með þunglyndi ætti ekki að fá að gegna opinberum embættum. Hlutfallið var komið niður í 15% fyrir 4 árum og niður í 14% í fyrra. Einnig var spurt fólk með geðklofa. Þar almennt meira fordóma. Árið 2006 töldu 48% að manneskja með geðklofa ætti ekki að fá að kenna börnum. Hlutfallið var komið niður í 36% fyrir 4 árum og í 18% í fyrra. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að þrátt fyrir að dregið hafi úr fordómum sé baráttunni ekki lokið. Það kemur auðvitað fram í þessari könnun að það eru fordómar fyrir hendi til staðar í samfélaginu. Og það mismunun til staðar og hún oft kemur bara frá vanþekkingu og óttanum við
hið óþekkta og hið skrítna og annað. Við erum svona svolítið að flokka og fólk sem hefur öðruvísi áhugamál heldur en kannski mengið eða öðruvísi skoðanir en mengið getur oft enda til hliðar og verður jaðarsett. Innan stundar hefst íshokkíleikur Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í toppdeild karla í Skautahöllinni í Laugardal. Leikurinn verður leikinn til minningar Patrik Frey Sveinsson sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Patrikur Frey spilaði í U18 liði SR og spilaði áður með Fjölni. Allur ágóði af leiknum í kvöld rennur til fjölskyldu Patriks. Hans verður meðal annars minnst í leikhléi og ætlar Hreimur Örn Heimisson söngvari að syngja. Þá hafa verið gerð sérstök vesti til minningar Patrik sem liðsmenn ætla að klæðast. Í venjulegum íshokkíleik þá hita liðin upp fyrir leik korter áður en að leikurinn byrjar og í kvöld ætla bæði liðin að vera í vesti með nafni Patriks og númerinn hans 12. Þetta óvenjulegur leikur eftir? Já, þetta vissulega leikur í Íslandsmeistaramóti en við vorum búin að aðlaga hann svolítið að þessu tilefni, þessu sorglega tilefni sem þetta hræðilega fráfall Patriks. Það tengja allir við þetta og fólk sýnir þessu samkennd og fjölskyldunni samkennd og ég held að verði mjög mikið fólki sem kemur hérna í kvöld. Fyrsta skóflustungan að 399 íbúðum við Hjallarhraun í Hafnarfirði var tekin í dag. Framkvæmdin hluti af húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar en þriðjungur íbúðanna eyrnamerktur fyrstu kaupendum í gegnum hlutdeildarlánakerfið sem hefur verið útvíkkað. Byggðar verða 177 íbúðir í fyrsta áfanga, þar af verða 60 íbúðir sem uppfylla skilyrði hlutdeildarlán. Verktakinn Þingvangur hafiði áður stefnt að uppbygging á svæðinum en hætti við fyrir 2 árum vegna aðstæðna á markaði. Ákveðið var að hefja uppbyggingu og fjölga fyrirhuguðum íbúðum eftir að stjórnvöld komu að borðinu. Söfn- og ferðamannastaðir á Ítalíu hafa í auknum mæli boðið blinda og sjónskerta velkomna á sýningar. Einn ánægður safngestur segir að hún hafi loksins áttað sig á að hið sögufræga Colosseum hringleikahús sé alls ekki hringlega. Kvöld eitt eftir að þessum fjölsótta ferðamannastað hefur verið lokað og allir ferðamennirnir eru farnir, röltir þangað lítill hópur. Þau eru að fara að upplifa Colosseum á hátt sem þau hafa aldrei gert áður. Per esempio il Colosseo è ellittico, girandoci intorno io personalmente non l'avrei mai intuito, non l'avrei mai capito, ma col modellino in mano è palese insomma che lo è. Annar staðar í Róm fer leiðsögumaður með hóp blindra viðskiptavina í gönguferð borgina. Þeir staldra við styttuna af Giordano Bruno. And we invite our customers, our visitors, to take exactly the position of that statue in order to perceive inside the clear picture and position of the statue itself. Á söfnum víðast hvar bannað að snerta safngripina, en ekki á Omero-safninu í strandborginni Ancona. Hér sjá gestir með höndunum. Stofnendur safnsins, hjón sem bæði eru blind, vildu bjóða nýja leið til að njóta myndlistar. I vedenti possiedono un'attività, ma se ne sono scordati. Perché? Perché la vista è un senso così prepotente che tende un po' a monopolizzare. Það ekkert kastljós í kvöld því að Baldvin og Sigríður þið verði með torkið í kvöld, ekki satt? Jú, mikið rétt. Við ætlum að ræða símabann í grunnskólum og erum þess vegna hérna í Helgafellsskóla í Mosfellsbæ. Við ætlum líka að velta fyrir okkur með góðum gestum hvort hækkaði aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Og hérna verða grunnskólanemar, sérfræðingar, fólk úr samfélaginu og foreldrar. Sem sagt, fjölbreyttur og skemmtilegur hópur á torginu hér rétt á eftir. Við missum ekki því. Takk fyrir þetta, Sigríður og Baldvin Þór. En við lítum til veðurs. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekúndu á morgun, dálítil él norðan og austanlands en yfirleitt léttskýjað sunnan heiða. Frost víða 2 til 10 stig, það verður kaldast inn til landsins fyrir norðan. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Dagur Benediktsson og Kristrún Guðnadóttir kepptu bæði í sprettgöngu á vetrarólympíuleikunum í dag. Þeim tókst ekki að komast áfram en voru nokkuð sátt með daginn. Það var mikið at í skautaatkeppni dagsins þar sem að ólympíumet var sett en dugði þó ekki til gullverðlauna. Og Ísland verður í efsta styrkleikaflokki þegar dregið verður fyrir HM karla í handbolta í sumar. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir.
Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. 24 voru handteknir, þar af 11 á Íslandi í stórri Europol aðgerð gegn alþjóðlegum glæpahóp. Íslendingar eru á meðal hinna handteknum. Hópurinn stóð að innflutningi kókaíns frá Suður-Ameríku og notaði burðardýr til að flytja efnin. Staðan á bráðamóttökunni var slæm fyrir en nú er hún afleit, segir forstjóri spítalans. Þar bíður fólk í rúmlega 2 sólarhringa eftir legurými. Stærstu kosningar ársins verða haldnar á 5. daginn í Bangladesh. Íbúar þessa fjölbýla Asíuríkis í dauðafæri á að koma frjálsu lýðræði á fót eftir blóðuga byltingu fyrir 2 árum. Stefnt er að opnun Bryndísarhlíðar ofbeldis- og áfallamóttöku í febrúar á næsta ári í gamla kennaraskólanum í miðborginni. Þögnin hjálpar engum, segir faðir Bryndísar Klöru. Reglan bannað að snerta gildir ekki á safni einu á Ítalíu, þar sem blindum gefst tækifæri á að njóta myndlistar á nýjan hátt. Þessum fréttatíma er lokið, þó komið að íþróttum og veðri og svo er það torgið sem hefst klukkan 19:45. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni og vonum að þið njótið kvöldsins. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Torgið. Umræðuþáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir máli sínu. Á torginu er talað málefnin sem rædd eru af kappi á kaffistofum landsins. Umsjón Sigríður Halldórsdóttir og Baldvin Þór Bergsson. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu. Umsjón Edda Sif Pálsdóttir og Gunnar Birgisson. Fyrst á vettvang, The Responder. Önnur þáttaröð breskra þátta